Þetta sería, eitthvað, bara betra liðið sem að vinnur þessu seríu. Hvað? Við erum þarna betri í dag. Eftir að Svíður leikur eitt rosalega mikið okkur fannst við að taka hann en svona þetta, þeir mættu bara meira tilbúinir í dag og Raggi kemur þetta með einhverja 6 þrýstaði og það er mjög flott. Hann er ákveðin X-faktor hér í kvöld kannski? Má ekki segja það? Ég held að sjálf að segja það. Já, þið voru ekkert að skáta hann eitthvað sérstaklega? Jú, við bara ákveðum að lifa með ákveðnum hlutum og svo við kannski fórum ekkert sérstaklega vel eftir í dag en kannski eitt dagi og það virkaði ekki í dag. En hvað breytir bara ef þú reynir að skýra út fyrir búðingi eins og mér? Þið eru með Grindavík algjörlega bara þið eru miklu betri í bara opnunar leikhautunum. Svo bara gjörsamlega snýst þetta við. Hvað gerist? Þeir bara grípa mómentið vel, sko. Ég meina, var það eitthvað sem er breytt í vörninni eða? Þeir voru bara meira aggressífir og voru að yfirdekka betur út þetta vörn og þvinga okkur í erfiða hluti og það var flott. Svo voru við ekki alveg að gera nógu vel þegar sem við ætlum að gera varnarlega. Þannig að þeir voru svona Fargo var að fá að dansa svolítið mikið og Kane og svo von í það voru aðrir að hitta líka. Já, en margt af þessu litlu hlutum sem að staplast upp í að gegn þeim en ekki okkur. Ég meina Fargo, hann var út á tekju fannst mér, hann var ekki komið stig held ég eftir fyrsta leikluta. Hann endar við 26 stigum. Ég meina bara þeir og meina þetta kannski bara þetta við að vinna deildina og fá heimaleikjaréttinn, er það kannski bara kristallast hér í kvöld? Bara auðvitað spila Grindavík, þú væntanlega spilar alltaf betur þinnum heimavelli og er það kannski munurinn hér í kvöld? Já, ég held að það geti alveg verið mjög góða punktur hjá þér að við eigum mjög þungt. Allir leikir þessar seríu unnust á heimavelli og auðvitað viltu hafa heimaleik í oddaleik og þeir unnu bara mjög vel fyrir því alla vetur að sækja sér það og en eins og þú segir það er mjög verðmætt. Já, en eins og þú segir, það svíður rosalega þessi fyrsti leikur. Þið eru meðan gjörsamlega eiginlega allan tíman. Svona þegar þú ferði yfir þetta þá svona svíður hann eða ekki? Hann svíður klálega mjög mikið, sko. Við getum ekki sett okkar á því núna. Nei, nákvæmlega. Það er búið og bara óska Grindavík til hamingju með mjög flotta seríu og þeim gangi vel á móti, ég veit ekki hverju unnið svona hinleikinn, hvort sem á að tilhjóðsvölda stjórnar, bara gangi vel. Stólarnir unnu stjórnuna. Gangi vel á móti stólunum. Ef þú bara spáir í spilin fyrir þá seríu, ég má spyrja bara til það, hvernig heldur það verði? Það verður bara ríkilega gaman að sjá það verður mjög spennandi og hörku leikir, bæði mjög góð heimavelli og frábæra stemmingu kringum liðið sín og það verður bara, já, það verður mjög gaman að sjá. En ég er ekki alveg deginu ljósara, þið ætlið ykkur eins og 4 önnur lið eða 6 önnur lið, þið ætlið ykkur alla leið, þannig að þetta eru ákveðin vonbrigði eða ekki? Það sjálfsögðu. Við erum í þessu að vinna og það var þetta klárlega vonbrigði að tapa hérna og ég ætla að vona þessu allir alveg keppnismenn eru fyrir vonbrigðum að tapa í oddaleik í undanúrslitum og við viljum heyra alltaf. Við áttum dýrt á þungt að missa Aron út og það finnist mikið og það var svona, það var erfitt. Gleymum því, það munar það. En auðvitað vantar Daniel Mortensen. Daniel í dag líka, hann gerist á öllum liðum að hann missa leikna. Já, það var bara í fórstu fórst. En hvað með framhaldið? Er komið samning við Val áfram eða hvernig er það? Já, ég býst við því og ég er ekki komið svo langt að hugsa. Ég ætlaði mér að keppa í úrslitakeppni á laugardaginn. Þetta var léleg spurning hjá mér. Já, við sjáum til.